Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Gaman að fá þig í heimsókn. Já, takk sömuleiðis. Gaman að kíkja á þig. Aftur, við vorum búnir að ná þær fínu spjallir sem að mér tótt að klúðra hljóðina því eða það klúðraði það eins hljóðið. Það bara átti ekki að hvara, svoleiðis. Nei, einmitt. Já, bara gefastu við ekkert upp. Við erum batur. Endur tökum leikið nú. En í millitíðinni fórst þú út? Já, ég fór til Kambódíu. Já, hvernig var í Kambódíu? Bara æðislegt. Já. Bara frábært að vera þarna. Ég var þarna í 1 mánuð. Já. Hafði það bara mjög gott. Hefurðu komið oft til? Nei, ég búin að koma 2 svar. Til Kambódíu? Já. Ég, í fyrra skipti ferðast í dálítið landið, en var núna, þennan mánuð var ég bara í Phnom Penh. Já. Slappaði þar, bara var á hóteli þar. Það búin að vera dálítið harðar COVID-reglur í Asíu. Já. Alveg búið að opna allt annað núna? Nei, það var allt opið nema ég þurfti að vera, ef þú fórst út fyrir hótelið, það var grímuskylda. Já. Það var eina. Hvernig var að koma aftur í grímuskyldan eftir að vera búin að vera laus við hana hér? Það var svo lítið, það var allt í lagi, maður vandist í. Ég var líka mikið bara upp á hóteli og bara slakað á í sólni. Það var gott. Lá bara þetta á sundlega bakkanum. Svolítið kósi að vera þar, því að laugin var upp á 14. hæð. Sundlegin? Já, upp á þaki. Já, ok. Og það var svo gott, þó væri heitt, þá var alltaf góla þar. Já, ég skil. Það var rosalega notalegt. Hvernig þú svolítið flakkar, þú búin að vera líka í Serbíu? Já, ég búin að vera 2 vetur þar. Ég var með húsnæði þar, hafði aðgang á húsnæði þar og það var mjög þægilegt. Ég ætlaði að vera meira þar, en það bara fór ekki eins og eins og ég ætlaði mér. Nei. Það oft sem það breytist og það kom í ljós, þarna veturnar, það náttúrulega myrkur þarna og kuldi og það hendaði mér ekki að vera einn þarna. Nei. Jólin og hátíðarna, það fór illa í mig að vera þarna einn og yfirgefinn. Já. Og þá ég var að passa mér líka, ég var svolítið við að fást við þunglindi. Já, einmitt. Og þá var það ekki gott á þessum tíma. Er það eitthvað sem að, tengir það við dimmasta tíman, eða? Já, og þetta endur afleiðingar af snjóflóðunum. Já. Og því slysinu að því Súðavík. Það þekkjaði náttúrulega, þjóðin þekkir þið síðan þá? Já, eða gerði það. Já. Það náttúrulega mikið var mikið, þetta orðið það langt liðið, nú maður bara orðið gamall kall. En þegar þú segir að þú hafir glímt við þunglindi í gegnum tíðina, finnst þér eins og það hafa einhvern nátt byrjað þarna, eða tengjur það við? Ég tengi það við Súðavík. Og svo líka framhald, var það ekkert að laga þeir lett í bílslýsinu. Þannig að þeir voru komið í ljós, svona höfuðhögg hafa mikil sálræn áhrif á mann. Og ég veit að fyrrverandi kona mín, hún sagði að ég hefði breyst mjög mikið, persónuleikinn. Eftir slysið? Já. Hvenær lentir aftur í þessu slysi? 2001. 18. september 2001. Þá þú ferð frekar illa út úr því? Já, ég fór allir í klessu. En það var höfuðið sem fór vest út úr. Það var andliti fór allt í mögg. Það var ég sá þetta í skýrslunni, þá var stöndur í skýrslunni að hvert einasta bein í andlitinu hægra megin var kurlað. Og flest öll bein vinstra megin líka. Hvað tók það langan tíma að svona ná að... Ég komst til að hlusta á fætur. Ég var nú ekki náða mánuð á spítala. En svo komst ég heim og ég var með brotið hné og svona aðeins meiri áverka. Ég komst strax fljótlega
þannig en að jafna mig og kom mér aftur til þess að ná að fara að keyra, það tók mér 4 ár. Þú segir keyra, ertu að vinna við það í dag? Nei, ég er hættur. Nú er ég hættur bara að leika mér dutta við svona smópið. Ég er svona skuttlast aðeins með húlki hérna í húsinu bara svona kannið mínu, það sé ég bý í þjónustíbúð. Já. Það er svona aðeins að dutta til þess að það er svolítið erfitt, sko, þegar maður er búin að vinna alla sína hunds á gæta tíð, að bara allt í að hætta. Að ég er svona trappa mig út úr þessu. Já, einmitt, það ekki það sem fólk finnur ofta hérna? Og það var þess að ég byrjaði að fara til Serbíu og ég ætlaði bara að fara burtu frá þessu og slaka á í vetramánina. Og vinna bara á sumrin. En ef við förum aðeins í söguna þína, áður en að þessir atburðir eiga sér stað og annað slíkt, hvað hérna þú kemst að því, það ekki frekar ungur að þú hafi verið ættlitur? Jú. Segðu okkur aðeins frá því. Ég var ættlitur og reyndi náttúrulega hjá ofboðslega góðum fólki sem alveg elskaði mig og dýrkaði mig alveg út af lífinu, en þau gerðu þau mistök, þau héldu að þau getur leynt þessu fyrir mér. En í litlu sjávarþorpi þá er ekki hægt að leyna neinu, það vita allir allt. Og það kemur út að, sko, það er talað á heimilónum og börnin heyra það, og svo var mér strítt. Og þá var ég líka, sem ég lokaði mig svolítið af, ég þorði ekki að spyrja, eða vildi ekki spyrja foreldra mín að því. Ég veit ekki, sennilega bara, ég bara hræddur við að hvaða svar ég fengi. Svo ég gerði ekkert í málunum, svo byrjaði ég að drekka ungur, þá fór þetta að brjótast fram í mér. Já. Er þetta þá eitthvað sem að þér líður eins og hafi haft mikil áhrif og þú hefur bara kýlt það inn eða eitthvað slíkt? Já, ég sennilega byrjaði að loka mig af þar, sko. Já. Og kannski hefur þetta verið að hlutir undirbúningur undir þessu koma skal. Því að ég læri þarna að ég byrgit inni og svo lendi ég náttúrulega í alkohólastunum, hann yfirtekur mig alveg seinni árin og ég var lengi að fást við það, en ég var búin að vera tæp 10 ár edrú þegar snjóflóðið kemur. Já, en hvernig var, sko, þegar þú segir þér að verið strítt og svona að alast upp út á landi á þessum tíma, hverju voru kostirnir og hverju voru ókostirnir? Ég held að allt verið kostir. Já, hverju voru kostirnir? Þetta var bara frábært og ég hef myndið að tala um þetta bara nýlega. Sko, hvernig þetta er allt öðru alast upp þar og þá heldur en í dag og hér. Hér er bara þau bara eignast börn, svo bara beðið þannig til þetta koma þessi nú dagheimili og á dagheimilinu fyrir það leikskólan og leikskólanum í barnaskólan og barnaskólanum í framhaldsskólan og áfram. Þetta er bara, þú ert í, sko, þú getur, það vætti að fara að spila lagi hérna, litli kassar með, þetta er bara típist. Bara kassagerðin? Nei, litli kassar, maður getur lagið. Jú. Litli kassar að lækja bakka það? Já. Maður settur í litli kassa og þú endar í litlu kassa. En ertu þú að segja að það hafi verið miklu meira frelsi? Já, þú ólst, maður fór út á mótnana, nýri fjörið upp í fjall eða hvað sem var, þærlast og svo bara spurði hvort maður náðist í mat eða ekki. Þú varst bara frjálst, við leikum okkur strákandi saman, við fórum í fjöru, leikum okkur með báta, smíða fleka eða búið til báta, kannski náðum okkur bárujárnsblótu, beigðum hann og fjökum til bátúri. Svo voru að sigla, þannig að þakka fyrir að við drápum okkur í ás. Já, það er einmitt annað síðan, sko, að þó að maður kannski horfa á þetta í smá nostalgíu hvað er mikið frelsi og svona, en mikið af hlutum vandalega sem að krakkar voru að leika sig við í þess að það fær alltaf í hliðina í dag. Er bara blaðamál í dag. Já, stórmál. Þetta, við vorum settir, svo að maður sveit, þá sem krakkar, litli krakkar, við vorum settir bara dráttavælar. Vinna. Fyrsta síðan sem ég fór traktor,
þá það lítið, ég náði ekki nefnt petrana. Ok. En ég var settur það var það slóðadraga heilt tún. Ég var settur á og svo setti í gang og setti í gírinn. Svo satt bara hvernig ég ætti að stýra. Svo hoppaði hann að og svo bara fylgst með mér. Ég satt bara á traktornum og hann hring eftir hring, þá var alltaf búið, þá var komið að stoppa, þá slapp ég af. Hvað hérna einmitt? Þetta svona skemmtileg umræða, hvar línan liggur með með þetta, í gamla daga var kannski, það var ákveðin harka í því að krakkar voru látnir fara að vinna mjög snemma og allt þetta, en kosturinn kannski að bæði þá fullorðnuðust krakkar fljótar og þurfti að taka ábyrgð og urðu þá þar leiðandi kannski aðeins þrautsegari og bygguð til meiri vinnusemi en oft á tíði meiri í dag. Ég held það og það var náttúrulega allt öðruvísi þá. Man byrjaði sem krakki að vinna og sem litli púkar, þá voru að safna. Man var að safna ullarlögðum og þannig sem við fundum í girðingum. Þú kannst safna þessi póka og þú kannst selt þetta. Þú fyrst nokkra krónu fyrir. Og við vorum að safna kopar og svona í fjörunum og náðu það. Þetta gætt, ef maður þekkti eitthvað, kannski togarandi voru að sigla þá stundum þarna. Ef maður fekk eitthvað til að fara með þetta fyrir sig og þá kepp maður kannski þeirra að koma tilbaka, mækki þess og svona. Þetta var visla. Sjálfsberga vilinni? Já, það var alltaf að berga sér eitthvað þannig. Það var náttúrulega ekki til miklu peningar í raun og veru eins og í dag. Þetta var alltaf vísi. Við erum fljóta að gleyma því einmitt. Ísland var náttúrulega í raun og veru bara mjög fátækt land. Já, á þessum tíma og sko ég man til því að þess með pappa, hann var að róa, hann vann í fristúsinu á veðnar, svo rér hann á trillu á sömrin, svo kallað skakari, svo kallaðar. Og hann lagði alltaf upp hjá fristúsinu og ég man til að þá kannski ekki illa og þá gat fristús ekki gert upp við hann. Og þá stundum fekk hann bara peninga sem þeir gaf út. Það var svona bara hefti með innlegs peningum sem þá gat hann bara nota það í kaupfélaginu. Já. Og þú veist, þetta var eins og með bændurna, þeir lögðu upp á kaupfélaginu og þeir voru bundin til þess að versla þar. Það sem okkur þá var miklu dýrar að ekki, þá verður þeir að versla, þeir höfðu ekki kost á öðru. Nei. Þetta var svolítið líka sem var ekki gott. Nei. Öðruvísi. Já. En hvað með mitt síðan hina hliðina kannski að þú veist, ef við myndum segja í dag séum við stundum komið svolítið langt í mitt að ofvernda börn og svona ákveðin bómullarvæðing kannski í gangi, en kosturinn kannski eins og þetta sem þú ert að segja með að þú veist, þegar þú kemst að því að þú eða því fyrir að gruna þú sitt ættleitur að það þú veist, þegar krakka voru að stríða og það var verið að leggja í einelti að þá var það einhvern veginn ekki tiltökumál. Nei, maður þurfti bara að vinna úr því. Eins og maður lendir þá stundum í slagsmálum og maður rífast. Ég hefði einhvern tíðan komið heim að klaga út af eitthvað orðið allafkvað í einhverju baráttu. Og þá kom ég heim klagandi sem ég var ekki vanur. En þá, pabbi var náttúrulega á gamla skóla, hann sagði já, það þýðir ekkert fyrir það að koma hingað heim skælandi og að klaga. Þú vil bara vinna þínum málum sjálf. Hvað varstu gamall? Ég man ekki hvað ég var, 7-8 ára. 7-8 ára? Já. Þetta aðeins annað viðmót en 7-8 ára börn myndi fóða í dag. Það er, foreldrar verður allt, þú sér það má ekki eins og tala við börn í skóla í dag, það má ekki skamma þau. En myndu samt segja, þú veist, að þarna Þetta var bara, kannski þetta var svolítið harkalegt. Já, þetta sé harkalegt, sko, að maður hugsa 7-8 ára barna, sem eru að upplifa eitthvað tilfinningalega, að þetta mjög harkaleg viðbröð við barnir sem að hvart undan einhverju sem að að hafa áhrif á tilfinningarnar að þeim. Já, kannski. Mér fannst það ekki, þetta var bara, þetta er bara eðlilegt. Já, en það má segja það kannski svolítið. En maður lærði líka það að maður þarf að standa á eigin fótum. Og þetta má segja þessi gott og slæmt. En svo voru það opbóðslega góð við mig og allt það og pappi var alveg þannig ofsalega góð við mig þannig að þetta bara, hann alinn upp svona, hann kunni ekki annað. Akkurat. Hann var sendur að heiman 12 ára gamall þess létt undir heimilinu. Til að létt undir heimilinu? Já, þau voru svo mörg.
sískin. Og erfitt, náttúrulega, hann fór út, þá sendur út á Látrum. Að leta til þar, í sveit þar. En þegar þú segir að þú hefur síðan byrjað að drekka ungur, hvað kallar þau ungur? 14 ára. Já. Og fórstu það bara að drekka mikið eða? Nei, þá var maður stelast helgar og svona, og þegar maður komst í Vín. Maður náttúrulega hafði ekki góðan aðgang, eða samt, maður var að segja út alltaf, eitthvað. En það var svo erfitt líka, sko, ég var alltaf veikur af Víni, ég eldi svo múki. Já, veist, en maður leit sig hafa það, því að maður var að reyna að vera mikill kall. Og það var svo umíkjærlegt að ég geti ekki drukkið brennivín og bælaði bara. En svo komst maður á spenan. Hvað kallar að komast á spenan? Að geta drukkið. Og svo náttúrulega kom það út að maður var, sko ég held að, ég hef stundum veltis fyrir mig, ég held jafnvel mikið að ég kannski fara að drekka líka út af feimni. Já, feimin. Og þetta var það, maður var svo kaldur, maður þorði öllu. Þú er leið þess að komast út úr skelinni? Já, opna sig. Og hvernig gerist það þá að, er það þá undir áhrifum áfengi sem þú opnar þig við foreldraðina Já, það byrjar ég að opna mig við frænku mína. Ég var hjá henni þessi Reykjavík og hún fór að tala við mömmu þetta og þá var þetta, þegar ég kom vestur þá voru máli rædd og mér sagt þetta. Hvernig var fyrir því síðan að svona einhvern veginn fá þetta staðfest eða bara koma stað þessu? Já, það var bara, held ég, breytist nú að litlu vegna sem ég vissi þetta og var búin að vita það alveg lengi, sko, þannig að það var mjög gott að fá þetta bara staðfest. Það var mjög að velta sér upp úr því, þú veist, það var búið að vera þetta ég var lítið, það var búið að segja sögur svona sem húr í glíman. En þarna var þetta bara staðfest og ég sko 17 ára þá hringdi rétta móður minn í mig það samband við mig þá þoldi hún ekki við lengur og vildi hún þá láta þig vita? Já, vildi tala við mig, bara heyri mér ég ræddi við hana og mér fannst þetta var skrítið fyrst og þetta Náðu þið sambandið það? Já, ég talaði góða stund við hann en það var náttúrulega takk mér tenging svo seinna þegar ég var 19 ára ég var 20 þá hitti ég henni fyrst geti komið heim til hennar til mannsins og hitti þarna systkin og það var óða skrítið en það náttúrulega því ég var gefin og þannig að ég á þetta systkin og allt það en mér finnst einhvern veginn að maður ná aldrei eins tengingu, systkinu tengingunni. Nei. Verður það þannig ef þú kemst ekki að þessu fyrir en síðan meir, að þá einhvern veginn verður þetta alltaf einhvern veginn svona hálfstíft eða öðruvísi eða einhvern veginn? Já, mér finnst það. Ég held að þegar maður alveg stöppið þetta. Og náttúrulega ég honum fullar maður þegar ég hitti systkinu mín fyrst. Í stæðan fyrir að hafa samband við þau kannski í gegnum tíðina ég held að það ljóta breyta svolítið miklu. Akkurat. Hvað þegar þú segir síðan eins og sagðir áðan að alkohólismin hafi náð þér, hvað þú segir að þú byrja að drekka 13-14, hvenær þetta síðan orðið að einhverju sem augljóslega orðið vandamáli? Já, sko, það svo erfitt að segja til það, sko, ég byrja að drekka og ég fer mjög fljótlega að drekka mjög illa, ég drekk mig yfir til að drekka áfengi, þá drekk ég mig út úr, drekk mig bara dauðan. Og raun og veru það svona alkoholismi. Það svolítið merkið þess að maður sé alkoholisti? Já, sko, maður getur sett merkin með alkoholistan alls þar. Það bara, hvar setur þú mörkin? Sko, það var, eftir ég hætti að drekka og fullt af félögum mín sem kom og spurði hvort það mér finnst þeir vera eða með vandamál. Ég gat aldrei svarað þess almennilega. Svo, eina sem ég gat sagt það, ég sagði, sko, við skulum bara, ég get ekki svarað núna, ég skal koma klukkan 8 í fyrramáli til þín og þá skulum við ræða þetta. Ok. Og þá vildur ekki ræða þetta meira.
Nei. Þeir vilja fá... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.